Já, góðan daginn og verið velkomið í þetta bræðrapodcast þar sem bræðurnir frá Kornvöllum ætla að fjalla mjög skemmtilegt hugtak í þætti dagsins. Ég bara byrja á að kynna okkur. Jó, ég held það fínt. Ég heiti Bjarni Þorvaldsson okkur. Ég heiti Rúnar Þorvaldsson og já, Bjarni, hvaða skemmtilega efni erum við tveir að fara að fjalla í dag? Afbrotafræði, hugtök og kenningar sem tengast því. Það nú bara, og markmið okkar bara að fræða hlustundur þessa fræði og já. Við ætlum að kanna svolítið svona efni sem tengt þessu. Hugtök, já, eins og ég ætla ekki að vera að tala endalaust þetta. Ég ekki bara vinda okkur efninu, Bjarni? Jú. Það bara vel þegið fyrir hlustundur, það ekki? Eru þið tilbúin í þetta? Herru, við ætlum bara að byrja á því, bara léttunótum að útskýra í stuttu máli hvað þessi góða og merka fræði fjallar afbrotafræði. Þetta bara svona, þetta náttúrulega ein grein í félagsvísindum og hún styðst mjög mikið við að viðurkenndar rannsóknir og það kafa djúpt í svona afbrot og samfélagsleg viðbrögð við afbrotum. Eins og til dæmis, hvað er besta betrunaраðferðin fyrir fanga sem brjóta af sér? Hvernig er hægt að betra það sem best fyrir samfélagið? Já, og líka bara hvað sem passar við glæpinn sem fremja. Það er eitt partur í þessu, eins og sum fangelsi í Noregi til dæmis eru mjög, myndi ég segja, mannbætandi. Það er gott umhverfi, bara svona reynt að hafa þetta svo heimili. Staðan kannski fyrir fangelsi í El Salvador, þar sem þetta er allt önnur aðferð. Það eru bara pinkuliti klefar og kannski einhver kama sem klósett og bara svona eiginlega bara mjög grimm refsing. Stundum þarf að vera þannig. En það fer bara misjafnt eftir samfélagslegum viðmiðum og í hvaða landi maður er í. Það er það allt öðruvísi að vera hér á Íslandi en að fara í, bara Afríku. Það er bara mjög mismunandi hvernig samfélög glíma við glæpi. Já, það er nokkuð til í þessu sem hann ástkæri bróðir minn sagði, en Bjarni, af hverju heldur að fólk fremur afbrot? Hver eru helstu ástæðurnar? Náttúrulega númer 1 og 3 segja bara hvernig aðstæður fólk elst upp í. Já, og hvernig heimilin eru. Þú veist, ef fólk er kannski foreldrar er neyslu, bara erfitt glímu við fátækt, erfitt uppeldi, já. Þá er líklegra, bara samkvæmt rannsóknum að börnin gæti farið að dragast út í svona leiðslu eða fíkniefni, já. Og afbrot, slagsmál, þjófót kannski, byrja að stela. Ofbeldisglæpi jafnvel. Já, það er bara lélegt uppeldi, það getur þá getur kannski spottið svona reiði innra með börnunum sem þau vilja, Já, þannig að þetta er mjög misjafnt. Það er ekkert eitt svar við þessari spurningu endilega. En það er mjög góður grunnur fyrir flestum afbrotafólki að það átti erfitt í æsku. Það er oft sterkur grunnur sem við þarf. Já, það er bara alveg konkrét dæmi, Rúnar, hvað myndir þú að segja að væri sanngjörn refsing fyrir mismunandi afbrot? Takk fyrir góða spurningu. Ég þarf alltaf að hugleiða hana. Þetta er alltaf, það er alltaf til óteljandi mismunandi glæpir, eða afbrot, Það fer bara eftir, ég er nú ekki fræðimaður í þessu, eða menntaður í þessu, en, þetta er mjög góð spurning. Ég er en, það sem mér finnst mikilvægt að hugsa til er alvarleiki brotsins og hún þarf að endurspegla eða betrunarmeðferðina sem einstaklingur fær. Já. Ég held að séu flestir sammála því. Það er kannski mikill munur að vera að drepa mann, fremja morð en að stela tyggjó út í búð, skilurðu. Já, en það er samt 2 brot, en það er mikill munur á þessum brotum og auðvitað ætti þá að vera mismunandi refsing sem, tilheyrir þessum brotum. En því miður þá er ekki bara alþjóðleg lög sem bara gildir yfir öll lönd í heiminum. Eins og til dæmis, það er mjög þekkt til dæmis í Afríku eða Mið-Austurlöndunum bara sem fólk stelur bara jafnvel eplum og þá bara höggvina hendin, Það er hrikalegt. Að puttinn og síðan hendin. Já. Það fer líka eftir bara samfélaginu, eins og hann var að segja. Eins og þegar við vorum að tala þetta áðan, Eins og Íslandi þá er það með hæsti fangelsisdómurinn er 16 ár sem er með því lægsta í heiminum. Já. Hámarks fangelsisdómur. Og ætli við höfum bara ekki trú á okkar fólki að það verði betra fyrir vikið eftir þessar fangelsisdómur. Jú. Að það þurfi ekki lengri tími en það. En núna ætlum við bræðurnir frá Kornvöllum að fjalla
fangelsi og hver tilgangur manna sem fer í fangelsi? Hvað hlutverk á fangelsi að gegna fyrir þá? Og það fyrst og fremst að þeir sem fara þarna inn að efla þá svo þeir fari ekki aftur út í samfélagið og brjóti aftur á sér. Og auðvitað til að læra mistökum sínum. Að sjálfsögða það. Í fangelsinu þá koma alls kyns sérfræðingar sem tala við fanga og reyna að hjálpa á betri veg. Þannig að þetta fyrst og fremst bara að þeir læra mistökum sínum og verða betri menn. Svo þeir fari ekki aftur út í samfélagið og brjóti aftur á sér. En því miður gengur ekki alltaf upp. Eins og það er bara mjög algengt að menn sem fari í fangelsi og losna út fari aftur í sama gamla vítahringinn að brjóta af sér, að brjóta landslög. Það alltaf svoleiðis í Íslandi, en síðan alveg til líka bara dæmi fólk sem með geðræn vandamál. Það stundum ekki hægt að, hvað maður segja, laga innan gæsalappa. Þá náttúrulega bara lausnin meðferðarhæli, eða svona pínlega að segja það, en geðveikrahæli fyrir fólk sem á við andleg vandamál stríða. Sem bara svífst einskis og lærir ekki neitt, bara siðspillt fólk. Já, það bara ekki hægt að sumt fólk því miður ólæknandi. Já, erum við ekki saman að þetta niðurstöðu? Jú, þetta Við fórum yfir nokkra þætti, Það er hægt að vera að tala í marga daga þetta, en við bara láta þetta gott heita þessu sinni. Þannig við bara þökkum fyrir góða áheyrn og bara eigið góðan dag. Yfir og út.